Góðan daginn. Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í áramóta þátt Hemmastuð 2020. Ég fer yfir árið með ykkar hjálp. Það eina sem þið þurfum að gera er að kommenta bara það sem að þið munið það sem gerast á árinu í samfélaginu, íslenska samfélaginu. Við byrjum á janúar, það fyrsta mánuður, hvað munið hvað gerðist í janúar 2020 til að skrifa komment því að með ykkar hjálp fer ég svona yfir árið þannig að það er í kommentum sem þið setið til hvað þessi kommentin ég gerir svona niður því ég hugsa þessi niður ég veit ekki meira það er svona bang komment byrjum í janúar 2020 munið eftir einhver sem gerðist í janúar 2020 bara nokkur atriði. Mér veit ekki, veit einhverju? Mér veit ekki þenni? Ok. Gala man enginn eftir neinu gerðist í janúar 2020, þannig að nei, alveg talað. Hlýtur að eitthvað í janúar 2020 sem muna eftir. Eitthvað. Í þessu íslenska samfélagi okkar hlýtur eitthvað að gerst í janúar. Ok, þannig að þið munið ekkert gerst í janúar. Ég man varla hvað gerst í janúar, þannig að við bara hoppum yfir janúar þar sem að man enginn hvað gerðist í janúar 2020. Það hoppum bara yfir það og förum bara yfir í febrúar 2020. Munið hvað gerðist? Það er COVID veran byrjaði, en fyrir COVID, munið hvað gerðist þá? Ok, Hildur Guðna fékk Óskarinn, fyrst í Íslendingum Óskarinn, þú veist, Dóra G. Bjarna, daginn sem COVID kom, blessuð minning hans. Almannavarnirnar byrjuðu með fundinn sinn COVID. Ok, það var kannski stefnunar í mars, það var samkomubannið minnið. Hvað gerist meira í mars, munið það? Munið hvað gerist meira í mars 2020? Munið það ekki? Það er komið komment. Við erum komin í mars 2020, munið hvað gerist í mars 2020, fyrir utan samkomubann, það gerist meira í mars, munið það ekki? Munið það ekki? Ok, þið munið það ekki. Þá förum við bara í apríl. Góðum við áfram og það er þá samkomubann. Páskarnir komu út í skrýtnir og ferðast innanhús. Það var svona páskana. Eitthvað meira sem munið sem gerst í apríl 2020. Nei, ok. Þá förum við bara yfir í maí 2020. Munið hvað gerst í maí 2020. Ok, þið munið ekki eins og gerist í maí 2020. Bara förum við yfir maí 2020. Júní 2020. Skiptist júní og náttúrulega skrýtin. Það var mjög skrýtin, hann var svona streymi. Svo náttúrulega minnum við að það Helgi Björnsson náttúrulega rosalega mikið á skjánum 2020. Það var alveg Helgi Björns hélt upp lífi þjóðarinnar, svona ekki séð. Eitthvað meira sem ég má alveg vera ekkert djúr á þessu. Hvað gerist í júní? Ok, í júlí, hvað gerist í júlí 2020? Ég munum það ekki. Munum ekki hvað gerist í júlí 2020. Ok, förum aðeins yfir það hvað gerist í júlí 2020, þá náttúrulega dó
Gíslunar Jónsson, blessum hans, hann ok, meira í júli, munið ekki hvað gerst í júli 2020, ok, þá bara sleppið því, ágúst 2020, þá náttúrulega var ekki menningarnóttin, hefðbundna menningarnótt, og óðinbundin og svona, Gay Pride var ekki, og eftir einn var svona tónleikar. September 2020, munið hvað gerst þá? September 2020, munið hvað gerðist þá? Ok, þá bara sleppum við því. Munið þið að kommenta það sem þið munið að árun, hvað munið eftir aðtökum 2020 skilja. Svona aðeins að reyna að rifja upp, svona, fara yfir árið með ykkar hjálp, með því að þið kommentið. Nú, þá það bara komið, september. Nú, fótboltastrákarnir sem fengu stelpunir heimsókn, þeir brutu svona sóttvarnarreglurnar, eða sóttkvíreglur, hvað sem vilja kalla það. Nú, menntamála, ekki menntamála, einhver ráðherra, eitthvað neytir hana, sem fór á djammi með vinkonum sínum og allt, það gaman og tók mynda og sendið á Instagram og allt vitlumt af því. Og svo náttúrulega dómsmálar sem fóru í þyrluflugferð með landhelgisgæslunni. Hvað meira segið gerst í september 2020? Ok, það var bara október 2020. Munið hvað gerst í október 2020? Ekki. Munið hvað gerst í október 2020? Ok, bara hoppum við yfir október, fyrir við í nóvember 2020. Munið hvað gerst í nóvember 2020? Nóvember 2020. Ok. Mér ekki hvað gerst í nóvember 2020. Nei, þá hoppum við það, nú fyrir við bara í desember 2020 og munið hvað gerst í desember 2020. Nei, þið munið ekki sem hvað gerst í desember 2020. Þið munið ekkert eftir þessu ári. Eina sem þið munið COVID, Zoom-fundir, samkomubann, Helgi Björns og þríeykið. Þetta eina sem þið munið kannski. Eða munið eftir einhverju fleiri sem gerðist á þessu herrans ári 2020. Þá það kommentin. Þið hjálpa mér við. Ég var nú svona glefsur og sumir með aðra glefsur. Þess vegna komment mjög mikilvægt. Hérna neri. Bang. Þannig að þið þurfa mjög mikilvægt að muna hvað gerst 2020. Þetta ánægðan þáttur og við erum að fara yfir það gamlársdagur, nýtt ár 2021 að fara að koma, bóluefni kom til landsins í desember til dæmis, bóluefnið. Ja, þið munið ekki neitt sem gerðist 2020 fyrir þetta COVID og samkomubann og fjöldatakmarkanir og þríeyki og Helgi Björns. Þá bara munið þið bara ekkert meira en það. En það svo miklu meira sem gerðist árið 2020. Til dæmis í janúar, hvað munið þið hvað gerðist í janúar? Hvað svona eftirminnilegast í janúar? Í því sögu þjóðarinnar, íslensku þjóðarinnar. Ok, við förum alltaf ekki út í Bandaríkjaforseta, Donald Trump og bara nei, ekki daginn, nenni því ekki. En hins vegar íslensku kosningarnar, sem eru í júní, forsetakosningarnar, það sem að Guðmundur Franklín og Guðni, og þetta tók Guðni þetta bara bang og var saksaði niður í búta og tapaði. Kannski að saksa niður búta. Þegar Karl Stefánsson kom mjög óvart. Og hvað eitthvað meira sem gerst? Eitthvað meira?
munið eftir einhverju meira sem gerðist 2020. Því kommentið þann með hjálp ykkar þá eru svona að rifja upp árið 2020 og það er mjög erfitt að rifja það upp sérstaklega þegar að það er eitthvað komment, það er ekkert komment komið, ekki neitt. Við byrjum árið að janúar og það er engin með neitt þegar minnist, það var engin eftir því sem gerist í janúar, það var engin eftir því sem gerist í februar, það var engin sem gerist í mars, það var engin hvað gerist í apríl, það var engin hvað gerist í maí, það var engin hvað gerist í júní, það var engin hvað gerist í júlí og það var engin hvað gerist í ágúst, það var engin hvað gerist í september, engin sem gerist, man engin eftir því sem gerist í október, það man engin eftir því sem gerist í nóvember og það man heldur engin eftir því sem gerist í desember. Hvernig er það hægt? Bingo! Þannig að við þurfum að, þegar við rifum upp árið, þá verðum við að taka púlsinn bam, 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 bam. Nú farið árið, frá janúar til desember. Komum frá nefndi, komment hérna. Ég er búinn að rifja upp eitthvað á árinu, þess að ég man, mínar glefsur eru komnar. Ok. Rósa Ingólfsdó, það er bara Þula sem að var gömul Þula Rúf og fjölmiðlakona á marknaðslega. Hún dó á árinu. Ok. Þarna er ég komið með eitthvað smávegis meira, en ég er bara með glefsurnar mínar, en ég þannig bara fleiri glefsur til þess að fara yfir árið. Þannig að enginn man hvað gerist í janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, september, október, nóvember, desember 2020, þá bara, er þetta handónum þáttur, bara, þið munið að þið þurfið bara að kommenta og glefsur í svona samfélaginu, íslenska samfélaginu. Kommenti, ég held að sé kommenta niðri, ég veit ekki hvað þið kommentað, ég held að sé svona reitur hérna fyrir niður sem skilvægt. Í janúar mann ég eftir á Íslandi gerist þetta var lating, eitthvað svona. Kannski ekki alveg þess að þetta og svo orða þetta svona, en það er mjög skilvægt. Þannig að kommentin hjálpar til þess að rifja upp árið, það hjálpar ykkar, getur við rifjað þetta upp. Með alls konar hjálp ykkar, ekki alls konar ykkar, bara hjálp ykkar. Þetta er áramóta þáttur og ég er að reyna, þetta er veitnútingu, allt í beinni, ég var svo spenntur þetta, ég er búinn að bíða það svo lengi, búinn að vera alveg á nálum, áramóta þáttur, 2020. Áramóta þáttur hann að stuði 2020. Og hann er veruleika og það er engin hjálp í ykkur, bara engin. Engar glefsur frá janúar, engar glefsur frá febrúar, engar glefsur frá mars, engar glefsur frá apríl, engar glefsur frá maí, engar glefsur frá júní, engar glefsur frá júlí, engar glefsur frá ágúst, engar glefsur frá september, október, nóvember eða frá desember. Engar glefsur okkur, engar. Það er komment hérna. Ok, sem kannski voru að ráða eftir á þeirra áttunni búin einhverjum beinni á koma þetta glefsurnar. Hvernig á ég þá að rifjað upp með ykkur? Já, með hjálp ykkar. Þegar það er búið að kommenta þegar þáttunni bara búin og allt er bara bing, bara búm, bara búm. Veit ekki. Kom svo. Við erum að fara yfir árið 2020 maður, það er áramót. Ég veit að það var COVID en það var margt annað en COVID sem var. Ekki sagt?
í samfélaginu. Ok, Víðir fékk COVID, munið það. Þannig ég kom með eina glefsuna frá mér, en náttúrulega röfur. Kannski bara eina glefsur frá janúar. Ekki. Ok. Þetta er glæsilegt að það sé ár, utan COVID, það var fínt ár. Við þurfum aðeins að fara yfir það og rifja upp og svona. Auðskriðan, Seyðisfirði. Nú ræður þú bara hlýjar kveðjur til Seyðisfjarðar og Seyðfirðinga. Sendi þar hér með. Eldfjallið í Grindavík sem man aldrei hvað heitir. Það var næstu fyrir að gjósa og snjóflóð og jarðskjálftinn, stóri jarðskjálftinn. Ok, það er alveg greinlegt að það því og það glefsurnar sem ég kem með, það er svona, já, ok, nú man ég þetta, já, og í janúar, hvað gerst þá? Já, man ekki, hvað stóð, hvað janúar, hvað svo gerst í februar, mars, april, júní, fyrir ekki að koma mars og júní, býtti fyrir ekki að, skiljaði mig. Muni ekki þetta, núna. Hvað gerist í janúar? Ég bara man það ekki. Og hvað gerðist í febrúar? Ég man það ekki. Hvað gerðist í mars? Ég bara man það ekki. Hvað gerðist í apríl? Ég bara man það ekki. Hvað gerðist í maí? Ég bara man það ekki. Hvað gerðist í júní? Ég bara man það ekki. Hvað gerðist í júlí? Ég bara man það ekki. Hvað gerðist í júlí? Ég man það bara ekki. Gerðist í ágúst? Ég bara man það ekki. Hvað gerðist í september? Ég bara man það ekki. Gerðist í september, ég bara man það ekki. Hvað gerðist í október, ég bara man það ekki. Hvað gerðist í nóvember, ég bara man það ekki. Hvað gerðist í desember, ég bara man það ekki. Er það virkilega svona? Það man engin neitt. Allir búin að gleyma öllu, bara búm. Þetta er ánóttur, við erum að fara yfir árið. Við erum að fara yfir árið 2020 og við erum að reyna að gera og ég ætla að fara svona yfir frá janúar og endur desember. Það er svona mánuð fyrir mánuð en það gerist ekkert, bara kvappandi babbidi, hvað er gangi? Ok, það er engin hjálp í ykkur, engin einasta hjálp, bara, það hjálpar bara ekki neitt. Og ekki það sem mikið áhorfa á þetta. Og já, það er nú annað. Það er ekki mikið áhorf. Hún var búin að deila þessu svo hægt sé að fara almennilega yfir þetta ár. Þú veist, sjáum fyrir ykkur, 2020 janúar, hlýtur eitthvað að pompa upp. Með hjálp ykkar getið farið yfir árið. Sem gerist í samfélaginu, ég meina COVID, jú, það var náttúrulega COVID náttúrulega, þú veist, Zoom-fundirnir og það er að fresta þess og hinu og aflýsa hinu á þessu líka. Enginn fór út, allir færðust inn á þessu sumar. Það hlýtur að vera eitthvað meira.
Þess vegna, með ykkar hjálp, setji komment á síðast með rauðvarð. Ég komið vínarglefsur, algjörlega vínarglefsur eru frábærar, en með ykkar glefsur, til að minna það, kannski við veist eitthvað öll. Þannig að ég byrja með janúar, það myndi enginn hvað gerðist í janúar, það bara, þú veist, og enginn hvað gerðist í februar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember og desember, sem núna skiljið, síðasti mánuður, desember mánuður, þessi dagur desember mánuður, og einnig síðast í dagur ársins, 2021 kemur, það er klukkastlega miðnætti, þá myndi það bara eitt ár og bara, þú veist, bólusetning, alveg fullu búnsjum, það er það byrjar á gamla fólkinu. Pfizer bóluefnið. Er eitthvað meiri skammtur, Kári. Hvað ekki Þórólfur? Koma svo. Það byrja svolítið vel til það. Nú. Ekkert meira. Jæja. Það er ótrúlegt hvað því munið lítið. Munið lítið. Það er stárinu. Og ég er þarna með hálfdagan stuð sem ég fer yfir ánveikt með ykkar hjálp. Og það er engin hjálp. Engin. Ekki einar það hjálp. Kommenta og þú veist. Og hvað gerist? Ekki neitt. Og ég er hérna með ármáð, þú veist, það ganga svolítið hratt. Sjúpidi, búbidi, jabbidi, dúm. Come on. Bank. Come on, Sam. Bank. Ok, við sé árið. Það er svona að fara að búast til þess að fara á 2021. Það er svona búast undir það að það er frá að mætast og það er að mætast. Þá segir 2020 bara bless. Á miðnætti þá segir 2020 bara bless og 2020 segir hæ, gaman að sjá ykkur. Þannig já, þér að koma inn. Æja, svo erum við ekki neitt. Engar glefsur. Og mínar glefsur duga skamt. Það eru góðar og gildar, já. Já. Ok. Já. Þið eru svona hress. Þið eru svona hress. Það er ótrúlegt hvað þið getur verið hressar áhorfendur. Ok, þarna kom ég með spauðilegu hliðina á þeim, en þú veistu mér með hjálp ykkar alltaf er yfirbárið, það er bara þú veist, sjabbidi búbidi, þið eru ekki að því. Það er svo sem engin hjálp í ykkur. Veit ég það? Það er bara þannig. Það er engin hjálp í ykkur. Og ég hef mér búin að fara út í kosmósinn. Og hvað gerist? Gerist ekkert. Það er bara ekki sem gerist. Við erum ekkert að hjálpa til. Við erum bara að hjálpa hans til. Við erum bara að rifja upp árið og ég er ekki með ykkur hjálp. Það er bara engin hjálp í ykkur. Bara svona lítil hjálp sem heitir engin hjálp. Engin.
Ég sé ykkur þyrstir í að segja mér eitthvað. Ég er ekki alveg að þora. Kom þetta. Skafa hárið eyrunum á mér. Ég er að fara að ég endur á leið, svo fer ég breiða. Bam, bam, bam. Ok, ég er alltaf að fara 2020. 2020. Sem að tala. 2-0, 2020. Það er bara einu sinni á okkar ævi þá upplifið það og þetta er í svona COVID-kórunu veiru kjaftaði. Samkomur alltaf. Túristafrí og að liða túristum. Þannig að landa maður að skímunni kom til sögunar. Það var alltaf en ok. Það var kannski komandi til að við opnuðum landamærin í júni. Það var það sem að gerist í júni, já. Ekkert meira. Ok. Smitskam. Ok, þannig að þið bara eru greinilega ekki með neitt. Hjálp mér eitt mikið. Mínar glæpsur eru fínar, en það vantar meiri glæpsur því ég man voðalega. Ég myndi það. Sem landslið fór ekki CM? Nei. EM? Það komst á EM eða ekki. Næsta reyðleik. Tjók. Það fullar. Nei. Ég meina, Íslenska samfélaginu. Það hlýtur að hafa eitthvað gerst sem þið muni eftir. Við þurfum að fara, við erum að senda til kosmósin. Til kosmósin. Það man engin neitt. Ok. Það er svolítið þannig að það man engin neitt. Engin man. Það er rosalegt að muna þetta ekki. Við erum að tala það að munið ekki bara fyrst bara búm. Hvernig væri að reyja þetta með mér? Hjálpa mér aðeins. Ég er að klæja í vingunar árið er bara alveg kláður búin að stíga eitthvað til höfðus. Ekki verða á banginni. Stoppar hér. Og stígum var að lenga til hennar. Árið búin að stíga til höfðus. Þessi brandari var brandari. Ok, þetta er bara, þið eru greinilega bara algjörlega hjálplaus. Teygja, ég er bara þreyttur á því að á sári bara fari bara bless bíli ár. Kannski ekki alveg bíli, segi þau alveg að bresklega segjumst því að 2020 kemur ekkert aftur. Kemur ekkert aftur. Svo ætlar maður að afskrifa það. Ef ég gerði yfir það áður að vera afskrifað. Ekki bara afskrifa það. Nei, ég er bara afskrifað. Það er ekki bara afskrifað. En er hægt að afskrifa þetta ár? Það er góð spurning. Ok, hér er ég búinn að vera í hálftíma rauðbárið og þið eruð bara ekki með neitt. Ekki neitt. Svakalega mikið hlaupið ykkur rauðbárið.
Gring, gring, gring. Já, er þetta 2020? Ertu bara að fara? Já, ok, skil ég. Þú veist, hlýtur að vera eitthvað. Þú veist, í alvöru talað. Þú veist, það hlýtur að vera. Núna, þið getið ekki bara, ekki mér, ég bara, ok, mína glefsur, það voru fínar glefsur. En ykkar glefsur, oh my god, það er hjálpa til. Komment. Ég reikna út með að setja neyri, bang, bang, bang. Komment, margir kommenta, komment, komment, Ok, við erum að fara yfir árið að reyna að hjálpa ykkur og þið hjálpið bara ekki neitt. Engin hjálp ykkur, engin. Bara 0% hjálp frá ykkur. Áramótaþáttur og þú veist, ég fer yfir árið, þú veist, hjálp ykkur, hjálpa ykkur, þetta er svo veist, þáttur sem ég fyrir árið með hjálp ykkur, en í rauninni þá er engin hjálp, engin. Hjálpiði mér að fara yfir árið, það áður en þetta rauknar. Já, árið gæti þetta rauknar. Kannski þetta rauknar árið bara. Seggur svona. Ok, það kannski seggur ekki. En hjálpin ykkar, ok. Þetta er stór glæslegt, þannig að hemmast þetta í. Í beinni útsendingu er áramótaþáttur. Hemmastuð 2020 og það er bara engin hjálpin það sem ég fer árið það sem ég fer yfir árið með hjálp. Þú fyrir mér að gera þetta og þið bara ok, það er ánúðar með stuðið þá var það, en ég ætla ekki bara neitt þannig að ég man ekki sem gerist árið, ekki einu sinni eftir ég man janúar, ég bara það ekki, ég man ekki hvað gerist í febrúar, ég man ekki hvað gerist í mars, ég man ekki hvað gerist í apríl, ég man ekki hvað gerist í júní, ég man ekki hvað gerist í júní nei, kemur ekki maður undan, það var það ekki, skiljið mig, þetta er svo áramótaþáttur býður ég segja fyrir árið 2020 með ykkar en ég er eiginlega ekki að fara yfir margt ég má fara yfir eitthvað og mínar glefsur, þær eru svo góðslega fínar en það er alveg glefsur sem að vildi fara ekki engin glefsur koma svo manni klæjar ég ennþá að klæja ég finn svona fyrir mér 2020 eins og sé að fara því það er að fara og 2021 það er svona kemur hægt ráðlega ok, þeir eru greinilega algjörlega stífluð í munninu og munið ekki neitt ok, það var engin ábyggur engin
og það náttúrulega bara slæmt, það sem ég gera. Mínar glefsur voru fínar, hvað, engar glefsur ykkur sem þess það í samfélaginu. Oh my god. Ok. Nú ég búin að vera með hippilegang. Og það sem einhvern veginn búið að vera hippilegangur hjá mér. Ok, þetta spennandi. Spennandi að sjá hvað ég ætla að gera. Hvort ég ætla að... Ok, þetta ekki enga vel hjá mér. Þetta alls ekki enga vel hjá mér. Þess að þáttur mér ekki enga vel. Einn að horfa sem að man ekki neitt fyrir árunni og man ekki neitt. Hansi Nöksson, hvað gerðist, ég man ekki. Í janúar, nei, ég er ekki með það hennu. Febrúar, nei, ég er ekki með það hennu. Mars, nei, ég er ekki með það hennu. Apríl, nei, ég er ekki með það hennu. Nei, ég er ekki með það hennu. Júní, ég er ekki með það hennu. Júní, ég er ekki með það hennu. Júlí, ég er ekki með það hennu. Ágúst, ég man ekki, nei. Júlí, man ekki það hennu. Ágúst, ég man ekki það hennu. Svo september, ég man ekki það hennu. Október, ég man ekki það hennu. Og desember, ég man ekki það hennu. Þannig þetta svo ekki að þér. Sem eina sem að horfa. Fannst það ekkert. Ekki neitt. Þú veist. Þarna datt ég algjörlega út. Ég er búinn að detta út til svona. Þegar hann að hugsa. Og ég er búinn að detta út tvisvar. Nú bara komið að því að þið vitið alveg, ég meina, einn að horfa og þetta er bara algjörlega, bara einn að horfa utan gáta, áramót, come on, árinni fyrir völvuskóna mína, þá verðum við einhvern að fara yfir, árum meira, ég er glefsur, ok, tíminu ekkert, þessi einu sem mann ekkert, ok, hvað, glefsuna svo ekki nóg, er það ekki alltaf árið? Nei, ég er svo margt meira til þess þjóðfélagi á þessu ári. Dansuðu belljur á árinu? Nei, þið munið ekki. Ég heldur kindurnar í öllum sveitum partí á árinu? Nei, þið munið það ekki. Munið ekki neitt. Ok, þið munið ekki neitt. Þetta er bara alls eitthvað, munið ekki neitt. Við erum að fara yfir reyna og ég skil ekki í ykkur þessum eina sem horfa, af hverju hann ekki bara, ok, nú man ég ekki til janúar. Álfar fengu hjartaáfall, eitthvað svona. Samt ekki, það er ekki gaman að álfar fengu hjartaáfall, ég veit ekki hvort það gerðist einu sinni, en, Nú fiskur? Jók. Ég meina, þetta ár, náttúrulega, COVID og allt það, en það engar glefsur, það er eina sem er að horfa, einn að horfa og ég er bara svona, ok, þetta var til, og ég er náttúrulega, segi neðan, áraðsynningar, þá fyrir svona því varsendur, emmistuðu fer yfir árið 2020 með ykkar hjálp. Eða fer við 2020 með ykkar hjálp. Og fæ ég hjálp? Nei, ég fæ enga helvítis hjálp. Og það náttúrulega ekki nógu gott þegar ég fengi hjálp, ég er búinn að koma með glefsur. Ég kom með glefsur.
Kom ekki ný landsliðstreyja? Sorry. Eða var það bara einhver ruglingur í mér? Ok. Þeir eru greinilega algjörlega gaggalagú eða þú þarna einu bara einn að horfa á þáttinn áður og ég held að þetta var æðislega gaman, ég var svo spenntur ég var bara mér klæjaði svo spenningin í spenningin þá bara best að fara í ég er að fara bara með völvuspána ég er að fara í völvuspána þetta er smá bara, ekkert mikið í það ég fann að vinum völvuspá afsakið, þetta var Ropi Rópsson það getur allt gerst í beinni sem ég er í beinni útsendingu þetta er YouTube TV með einum áhorfanda einum ekki tveim, þetta er einum áhorfanda sem að mann ekkert hvað gerist á árinu ekkert frekar en hann sem sér þáttinn mann ég það nei, ég kom með glefsur ég er bara að tala mikið mínar glefsur og það ykkur var bara alveg ekki neitt sem var hræðilegt og ekki svo komum það margir eftir á það ger ekkert gagn því ég get ekki það er árið eftir á Lilli Klemens sagði að í janúar þá hlupu kettir upp og niður stiga í Hafnarfirði eitthvað svona það gengur ekki það hleypur ekki heldur þannig að mínar glefsur það fóru allar með janúar ég man ekki kannski 1. janúar kom það gerist á hverju ári allavega ykkar hjálp var bara 0% og það er ekki slæmt það er mjög slæmt þannig að þið fáið allavega 0 prik á ykkur það er engin stig eru bara þessum þætti til skammar ekki láta mér svo bara haldið ykkar striki reynið að halda ykkar striki strik og haldið það þetta er því ok það er ótrúlegt hvað þið getur verið mikið að fylgist ekki með koma svo hljóta að koma glefsur einhverja glefsur ok þannig að svona árið er bara algjörlega hvað gerðist eiginlega hjá okkur það er bing bara mun ekki neitt ég geti alveg sagt að árið 2020 janúar þá fekk Hafnarfjörður viðurkenningu að vera fallegasti bær landsins 100 árið í röð eða eitthvað milljónasta árið í röð gæti alveg sagt það og að kettlingar hafðu dansað húlla í 3 daga í janúar ég hefði alveg geta sagt það þótt að þetta sem ég er búin að nefna gerðist ekki og er það gott til að minna 100 árinu nei það er frekar slæm minning frekar slæmt ég er að fara að renna í völvuna það er farið að síga bráðum þetta er bara búið
engin hjálp. Stundum var enn þessi fyrir hjálp, segir að stundum hjálp, með ykkar hjálp. Og hvað gerist? Það stundum þetta í reyna og árum þáttisinn og einhver hjálp ánum, nei, en einn árumdi, engin hjálp ánum, hann bara man ekkert hvað gerðist 2020, hann bara ekki neitt. Ég kem með glefsur og bara hann, já, alveg rétt, ég man þetta, hann lett hugsa hann heim með sér. Á þess að þetta að kommenta svona, voðalega nett og fínt. Bara svo þjóðum kunni ekki að kommenta. Æslu góðin. Kring. Já, séu góðin, þetta þið. Kommentarskóla, já. Skákur, já. 2021, já. Ég að fara að koma, já. Ok, ætla að læra, þú að læra, já. Þetta margir tímar, þú að læra að kommenta. Ok, bye. Kannski. Það sé eitthvað svona. Jæja. Látum okkur sjá. Ekkert komment. Nei, hérna kommentaði Gulli Byggir. Nei, hann kommentaði ekki einu sinni. Nei, Soffía frænka. Hún segir að í Garðabæði verið stormur í janúar. Þetta var bara ekki til að það bara það er bara sagan, það er ekki til í alvörunni. Bara saga var þau Tófnir Egner sem bara á sviði Þjóðleikhússins var fyrir COVID, það var aftur eftir COVID. Held ég, veit það ekki. Ok. Skortur á minni þjóðarinnar, það man eitthvað aður þú veit var, það man ekki neitt. Það man ekki einu sinni hvernig það fór á klósettið síðast. Típiskur Íslendingur sem að eyðir bara peningum. Er það ekki bara? Er það ekki akkúrat það sem lýsir á það þjóð? Það er ekki algjörlega bara þannig. Það er ekki svona lausnana. Lausnarinnar. Frá lausnum til lausnar, frá lausnaranum í lausnarans nafni, amen. Ok, allan, við erum að fara að detta í völvuspá. Við erum að fara að detta í völvuspá. Það fer algjörlega að koma völvuspá, það er alveg að fara að koma. Þannig þeir svona, einhver að býða bara í því að hann verður beinilegt ekkert að komment, bara fara beint í völvuspánum. Það er COVID og það er bara yfirleitt og yfirleitt. Bara fjallum COVID þetta var. Skiljið mig, þetta var algjörlega. Ég satt og óttalega klemmt eitthvað að segja það. COVID eitthvað, ég varst óttalega klemmt eitthvað. Ok. Eru við ekki að svolítið að sigla í nýja tíma? Það er komið bóluefni, þannig að við skulum bara bólusetningar fara fullt gamla fólki svona læknar örugglega þríeykleika þannig að við erum bara að sigla í nýja tíma, nýtt ár, við erum að fara að sigla í nýtt ár, það er sitt ársins og það fer nú að, ok, jæja, það er bara komið að því sem að fólk er búið að biðja eftir, vill við kommenta, það er ekki bara að kommenta, hjálpa mér að fara yfir árið, það var engin hjálp, það var ekki snefill að hjálp frá okkur, eða þessum eina sem er að horfa. Kannski heitir hann bara Einar. Einar er eini að horfa. Einar áhorfandi er að horfa en segir ekki neitt. Ok, völvuspá 2021. Ég kem með mín völvuspá. Í byrjun ársins, bóluefni alltaf, þá mun koma nýtt lag í byrjun janúar
nýtt lag með GDR-en, hún mun gefa út lag í svona janúar, svona tilengað tónlistinni, margir tónlistar gefa nýja vínarplötur í febrúar, þú veist, þá mun í sjónvarpsstöð í þessum slags, Netflix, hvað þannig ég myndi bara Netflix, íslensk Netflix kemur í mars, kemur nýtt Netflix í mars, í apríl að verða páskarnir og málsættirnir verða svona og okkur vonst þau brandarinn passa ekki nýtt sem að Freyja verður að vera með í maí þá mun vera svona tónleika svona samkomugleðin eftir hungubannið þegar að búa bólusetningu og samkomugleðin stundin eru venjulegur og venjulegt svona í júli þá svona koma nýjar hátíðir einhvers staðar á Íslandi í júli í ágúst það verður stærri menningarhátíð hefur alltaf verið í september þá voru að finna svo mikið og íslenska kvikmyndir verða alltaf mikið árinu, alltaf mikið nýjum kvikmyndum nýtt leikfélag stígur á stokk og það fara allir að reisa heim og allir verða alltaf ánægðir með þetta leikfélag því það er svo skemmtilegt. Nú svona í október það verður fer óra fyrir því að það koma ný sjónvarpsþættir og það verða hátíðarhöld alveg svakalega mikið í nóvember náttúrulega verður hátíðleika og desember náttúrulega jólaþorp verður stærri og jólan er betri það verður svona stærri leikavelur og það mun einhvern það mun barnfæðast í beinni útsendingu á eftir barnfæðast í útsendingu í svona mitt ár við erum nýtt dagskrárstjóri Stöð 2 nýtt dagskrárstjóri RÚV Icelandair gæti vera að blómstra meira á næsta ári. Þannig að þetta var svona völvu spá mín. Fyrir 2021. Þannig að þannig að þetta ár, eins og ég veit þá var náttúrulega COVID og allt það. Ég er allavega búin að koma með glæpsur, en það er alltaf, hjálp ykkar sem að á þessu árum. Var engin hjálp. Engin hjálp. Gjörsamlega óhjálpar. Þið voru gjörsamlega óhjálpar. Mér finnst þetta svo fyndið orð, óhjálpar. Ok, þetta var ekki svona fyndið, óhjálpar. Það er ekki svona orð, óhjálpar. En hver var skandall ársins að ykkar mati? Ok, engin skandall. Árinu, flott. Hver var svona mistök ársins? Ok, engin mistök ársins. Nýjir ársins. Ok, ekkert nýjir árinu. Ok, ekkert nýjir árinu. Og fyrir bara yfir í manneskja ársins. Nú, engin manneskja ársins. Voru engar manneskjar árinu. Ekki sem því ekki.
Þannig að þú veist, já, við erum að fara að sigla í nýtt ár. Sigla. Það er bara eins og Íslandi bátur. Báturinn Íslanda er að fara að sigla í 2021. Það mun sigla frá landi og landmannabær. 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 Það er gott nafn, en þetta er ekki annað ekki til. Og ég var bara bullinsvölla, röggludulla, því að það eina sem ég get gert núna er að skuldulla, því að, veist, það er engin hjálp við ykkur. Þetta er bein útlík, beint. Þetta er bein útlík á Heimastöð TV. Heimastöð film sem er að bjóða upp á samt, er að tryggja ykkur það, síðan róið og beint hérna á gamlarsdag, á áramóta þátt Heimastöð. Áramóta þátt Heimastöð 2020 sem að ég ætla að fara með hjálp ykkar, sem var engin eins og ég er búin að nefna alveg svo mikið og það er bara búið að þeir eru örugglega límdu það og svo bara einn að horfa á þessa beinustöku, einn. Áramótaþátturinn, hann er bara algjörlega, ok, hann er átt að borga það, ég er náttúrulega búin að ég er að fíblast leika af það. 2021. Já, ertu á leiðinni? Já, en það hafa allir að bíða eftir. Ný! Ok. Þetta var að segja með leyndarmálið, maður ekki segja ykkur. Ég mátti ekki segja nefnum. Kring. Þú stundum. Já, ég veit að það er COVID. Já, fannst það COVID ekki gott? Nei, ég veit. Mér finnst þetta ekki neitt gott heldur. Henni? Já. Ég var það. Og greið kók. Greið, þú stundum. En nú ert bara að fara. Já, þú ert bara að vera búið. Við erum minka búið og minka búið. Henni, ánum minka er þú ekki neitt. Fengur minka frá Íslandi einhverja COVID. Já, það var ekkert íslensku dýr, en þau fengi ekki COVID, held ég. Og álfar, geta álfar fengið COVID? Hvað þeir hafa fengið COVID? Slupu þeir kannski, álfar heldur bara ekki, veit það ekki. Þetta var COVID-verðin, við bara skellum á hana. Tölum ekkert COVID-verðina. Það er bara algjörlega bara, tölum ekkert við hana, sko. Við erum búin að beina stöðuna, þetta er bara COVID-stíðið, þetta er bara að ljúka. Vonandi er það bara búið, vonandi kemur bara, eru góður og bjartir tímar, bara munið það að maður bara 10 vera í ykkar jólakúlu, eða áramóta sprengja, bomba, hvað sem kalla þetta. Og það, maður, bara, munið það bara, þú endur spritta af með alvanarnir. Þetta er að lagast, við erum að fanna á tökum á þessu. Við erum að fanna á tökum á þessu. Við getum þetta. Erum ekki saman með því við getum þetta? Við getum farið í gegnum þetta saman. Íslenska þjóðin er sterk. Hún er sterk. Íslenska þjóðin er sterk að það Við erum að glíma við COVID. Að glíma við það við bara fatt í loka febrúar. Já. En allavega, þetta er búið að náttúrulega búið Robert og ég bara, já. Bara, ég vil bara, það er, ok, fyrir utan COVID, þá er þetta búið að vera fint. Já, náttúrulega, síðusti dagurinn og svona, 2020 bara segir bara bless í bili og alltaf sínum ekki. Já. Bíddu, Ert þú bíddu, nei, alveg, en skemmtilegt. Já, ég lofa því, já. Ég segi bara, óvænt uppákoma. Það var óvænt uppákoma að hringja. En ég segi bara gleðilegt ár. Og bara verið hress, ekki stress, bless.